Við erum hérna með hann Atla Sindrason sem líka í 7. bekk sem var að taka þátt í þessu frábæra verkefni. Hann var meðal annars að gera þetta verkefni hér eða ekki? Jú. Úranus. Og hvað fannst þér svona, hvað stendur mest upp úr þessu verkefni hjá þér? Hópurinn minn gerði Kahoot og það var rosa skemmtilegt. Já, svona spurningakefni himingeiminn. Já, þessa plánetu. Já, og hvernig gekk krökkunum að svara því? Við erum ekki ennþá búin að kynna það. Nú, það þá eftir að fara í það? Já. Þannig að það er mjög áhugavert, skemmtilegt. En hvað er svona sniðugt eða svona áhugavert þessa plánetu til dæmis, Úranus? Hún er byggð úr skrýtnum efnum og hún hallar til dæmis rosa skringilega. Ok. Hún er eina plánetan það snýst í kringum sólina eins og keilukúla. Aha. Já. Það er mjög fróðlegt og skemmtilegt. Og hvað finnst þér svona, hvað er það svona skemmtilegasta sem hefur verið að gera? Ef svona öðruvísi þetta verkefni eins og bara starffræði eða eitthvað annað. Hvað er það svona, þú veist, nú er farið í starffræði og íslensku og alls konar verkefni. Hvað er svona, finnst þér skemmtilegast svona að vera í þessu verkefni með önnur verkefni? Þú farið að ráða rosa mikið hvað þú gerir og það er bara skemmtilegt að læra plánetur og það er eitthvað öðruvísi að læra plánetur heldur en starffræði. Já, en samt er það lúmst að þið eruð að læra starffræði og í ensku og jarðfræði og það var annað að þú færi kannski í tíma sem að heiti jarðfræði. Þú ert örugglega ekkert spennt fyrir því. Já. En svo ert samt sem að þú ert að læra mikið jarðfræði og efni og einmitt, þú segir, alls konar. Já. Svona lúmst, skemmtileg aðferð, eða ekki? Jú. Já, þetta nær vel til ykkar. Já. Og finnst þú hafa lært mikið Já, rosa mikið. á þessum 4 vikum? Já. Já. Þú veist örugglega miklu meira himingeiminn heldur mikið af fullorðnu fólki og öðrum sem hafa verið. Þannig að þetta er rosa flott. Gaman að þessu. Takk fyrir að koma í smá viðtal við ykkur. Ekkert að þakka. Bye.